Komiði sæl og blessuð. Kannski kallinn? Mér líður bara eins og Hildi byrja að gleypa mig og ég sé fljótandi í saur, en annars góður. Já, cool. Ég bara góður, sko. Já, næs. Já, heyrðu. Hvað að frétta? Hvað þetta þér? Lítið að frétta mér. Ég, síðan við töluðum síðast saman. Ég setti reyndar á Instagram að mér langaði að tala fyrir Bósa Ljósar. Já. Af því að það er að koma ný Bósi Ljósar mynd. Bara Bósi Ljósar. Og 2022. Já, 2022. Og það var rosa mikið, menn voru ósáttir í Bandaríkjunum af því að Tim Allen, sem hefur alltaf talað fyrir hann í Toy Story myndunum, hann er ekki að tala fyrir hann, heldur Chris Hemsworth eða Liam Hemsworth, annarkur þeirra. Og málið er þannig að ástæðan fyrir því er að því að þess myndir er ekki leikfangi Bósi Ljósar, heldur gæjan sem að leikfangi Bósi Ljósar á að vera byggður á. Ok. Þannig ég þarna er glufa fyrir mig til að tala fyrir Bósi Ljósar. Hver talaði fyrir hann í íslensku, veistu það? Ég man það ekki. Hefði maður satt ekki haldið að dótið talar, að það væri með röddin á... Nákvæmlega, það er það sem margir sögðu, sko. Já. Sko, Felix Bergsson talaði fyrir Vidda, veit ég. Já. Hann heitir oh my god. Gunnar. Nei, Stefán. Magnús Jónsson heitir hann sem talaði fyrir Bósi Ljósar á Íslandi. Já, leikarinn hann, já. Já, hann lék í rútínuvídeónu, lék dómaran. Já, ég veit hvað er. Algjör kongur. Já, þannig að það, og ég sendi á Studio Sýrland. Þau followðu mig á Instagram eftir að ég leti þetta í story, þannig að ég sendi á þau bara áðan. Bara, hæ, má ég... Eru þið að sjá talisetningun og nýja Bósi Ljósar? Og ég er í ferli núna að bíða eftir að sjá hvort ég megi að fara í pröfu fyrir hana. Geðvikt. Já. Ég var alveg til í að vinna við þetta, sko. Já. Ég held að þetta sé ekkert eðlilega þægileg vinna. Ég náttúrulega veit að ég er nú búin að fá smjörþefin að þessu. Já. Að tala inn á teiknumynd. Og það er fáránlega þægilegt og bara drullu gaman. Já. Smá erfitt af því að, ég get ímyndað mér að það sé miklu auðveldara að þú ert kanni, af því að þú ert að talsetja myndina fyrstur. Já. Og þá er rauninni bara... Verið að herma eftir þér. Já, munnurinn er mótaður eftir því sem að manneskinn segir, en hérna er maður svona að passa sig að tala á sama tíma og jafn lengi og eitthvað svona. Þannig að, en hvað er þetta þér? Ekkert. Nei, ekkert satt. Í alvegni? Það var 0 fyrir þetta. En þetta stutt síðan að tókum upp síðasta þátt. Já, ég bara, eitthvað. Ég er að byrja í fjarþjálfun. Já. Já, Gumma Emil. Ok. Hann var að senda mér... Hann duglegur í markaðsendingunni maður, þetta var bara allstaðar. Já, ég sagði. Já, hann ég fekk það í gær og fuck maður. Og byrja svo bara á næstu dögum. Það var að telja kaloríur og eitthvað. Já. En þetta er mjög ítarlegt, sem geðveikt, skilur, að það eru fullt af hlutum sem ég get gert. Þú veist, þetta er ekki bara eins og ég var að gera kuldasettar, bara. Já. Það eru mismunandi réttir og svona sem ég get leitað í þessu prógrami. Okay, og bara mismunandi æfingar og... Þannig ég þarf að bæta inn eitthvað hálftíma skokk á dag. Já, í alvörunni? Já. Ég þarf þess ekki. Nei. En fyrir þig? Já, það væri betra. Já. Ertu þá að skrá niður allt svo borðar og eitthvað? Ég náttúrulega var ekki að gera það jólin. En þú ert ennþá síðast? Þá fyrir jól? Nei, við áttum þetta samtal í síðasta þætti. Já. Þess að þú sagðir að þú væri að byrja á þessu? Nei, ég var bara að byrja að borða betur. Ok. Ég ætla ekki að byrja að skrá niður fyrir en ég byrja með, í þessu prógrami. Ok. Bara Guð blessi þig. Takk, sömuleiðis. Já, takk maður. Heyrðu, þá er komið að... Hvað að frétta? Í útlöndum. Bandaríkin er í ruglunu. Já. Og ég fatt ekki alveg hvað það gerði, sko, en þau fóru inn í kapitalbygginguna, sá ég. Einmitt, þinghúsið í Bandaríkjunum. Já, og það er allt brjálað og verið að tala að, þú veist, þegar Black Lives Matter protestin voru, að þá að tekið mun harðar á því. Já. Og eitthvað að white privilege er að geta labbað inn í kapitalbygginguna á þess að vera skotin. Einmitt, taka bara selfie með logonum og... Já. Og rétt áður við tókum upp, þá steg Donald Trump fram og var með einhverja ræðu og mér finnst hann alltaf vera að segja bara eitthvað svona
hættum þessu friður en þau svik okkur en förum samt heim og höfum frið en það vita allir að þau svik okkur fattur það, hann er að peppa þetta sko hann er að peppa þetta en má það ekki skilur algjörlega þess vegna Facebook búið að henda honum út Instagram búið að henda honum út Twitter búið að henda honum út það er búið að loka á alla reikningar hans heldur hann sem priv Donald Trump og priv Já, mér svo fyndið eitthvað svona allir að hætti þessu, eigum ekki að gera þetta það verður að vera friður, en þeir gjörsamlega svik okkur og þeir vita ef þeir svik okkur en ég veit hvernig einhver líður bara, já hella og svo var ég að lesa líka að maður er að reyna að fá hvað heitir það? Pardon náðun fyrir sig Kodak Black og Lil Wayne ég sá þetta með Kodak og Lil Wayne það er svona listi sem maður er að skoða að náða og þetta er rosa mikið gert í Bandaríkjunum að það er það síðasta sem að forsetinn gerir áður en hann stígur niður að hann tekur bara close friends bara náðar fullt af liði sem er í fangilsi það er fáránlegt það er ruglað vald, það er ógeðslega steikt og Barack Obama gerir þetta, George Bush gerir þetta þetta er bara svona síðan sem að gera þetta og ég held að þetta sé rosalega mikið bara eitthvað svona loforð sem þeir eru búin að gera bara eitthvað tjöldin en svo náttúrulega myndi alltaf vera vitlaust þeir myndi gera þetta bara í miðju kjörtímabili þannig að þeir gera þetta bara síðan sem þeir gera en já, og á þessum lista sem er svona verið að bera undir hann það er Lil Wayne og Kodak Black á honum Akkur Lil Wayne, hann er ekkert í fangilsi Lil Wayne er að fara í fangilsi, jú hvort hann sé komin í fangilsi, jú, hann fekk alveg 10 eða 12 ár Í alvörunni? Já, bara fyrir nokkrum vikum Hvar er ég búinn að vera, maður? Hvað gera hann? Hann var með byss á sér hann máði ekki að því hann er convicted felon convicted felon Felon? Já, felon já, nei, hann er búinn að Og er Trump þá náttúrulega ég sá að Putin gera það sama við sig hann náði sjálf sig, það er aldrei hægt að dæma hann Já, hann setti það bara í lög Já Það er svakalegt Já, ég veit ekki Þetta er ruglað vald, sko Já, þetta er alveg sturlað, sko stjarnfræðilegt En það er annað að gerast í USA Já USA og það er Kim og Kanye Það er komið að þér, kallinn minn Þetta er tækifæri sem þú búin að bíða eftir Kanye West á lausu Nei, ég sá þetta Já og ætlaði eitthvað að fara að henda mér onni í þetta Já en ég Kim þá eða? Já, henda mér onni í þetta Nei, ég ætlaði eitthvað að fara að skoða þetta betur á YouTube en komst ekki í það og svo sá ég eitthvað Jeffree Star Já, sko, málið er að það var einhver TikTokari sem að bara leið og fréttinar komu að því að þau var að skilja þá kom bara einhver svona alveg huge TikTokari sem að segja bara ok, nú get ég loksins sagt ykkur frá þessu henni er vita í bransanum eitthvað að Kanye er búinn að vera að halda fram hjá Kim með þekktum male beauty guru og þá settu þau allir bara svona saman ok, það er örugglega Jeffree Star og Jeffree Star er örugglega að setja óli á eldin núna með því að ég held þessi kjaftaði sko Var hann ekki að neita þessu á YouTube í gær? Var hann? Hann adressaði þetta, sko. En ég náði ekki að horfa á það. Nei, ég sá allavega eitthvað bara, þú veist, eitthvað sem að leita í story. Já. Og þá var eitthvað getting ready for Sunday service. Aha. Og svo eitthvað svona mynd af einhverjum vegi, Cold Wyoming Nights, þar sem að Kanye er með þarna ranchið sitt. Aha. Búkarinn, já. Bara eitthvað fokkast, skilur. En svo var svolítið gott, sko, manneskjan, pían sem að sagði frá þessu, eða þess að byrja þetta hennar claim to fame er að gera lick the toilet challenge hún var fræg á TikTok fyrir að sleikja klósett sko, þannig að maður kannski tekur þessu með smá fyrirvara lick the toilet, og fór hún viral þetta challenge? Hún fór viral, skilur, það var allir bara fucking það var ekkert þessu ice bucket challenge, bara allir að gera þetta og styrkja eitthvað gott málefni Nei, hún var bara að sleikja eitthvað gott salefni En akkur var ekki James Charles inn í umræðinu? Akkur bara Jeffree? Það er enda góð pæling. Ok, byrjuðu, sorry. Samsæriskenningar. Ég er með samsæriskenningu. Já. Jeffree startaði með það var pushað því að það er kjaftaði en Kanye er búinn að vera að halda við James Charles og það var sett þessi. En það er algjörlega grunlaust sem hendur þessu út. Þessin er þetta samsæri. Já.
Ég fara ekki sannanir. Ég þarf bara að segja eitthvað kjaftaði. Já, ég veit það satt ekki, sko. Ég veit ekki þetta, sko. Nei. Ég veit bara að þau eru að skilja. Já. En það er bara... ekki búið að koma neitt frá þeim, sko. Þetta er alltaf bara eitthvað credible sources say. Já, en það kemur ekki þetta óvart. Hann er búin að vera í maníu í 4 ár, sko. Já, og hún er svona eitthvað samkvæmt þeirra sources, þá er hún að, þú veist, hún er hægt með raunveruleika þáttinn. Já. Já, út að hún var ekki að græða nóg á hana. Hún græðir meira á einu Instagram-posti heldur en á heilu serju. En já, og hún stefnir á, hún náttúrulega byrjuð að berjast fyrir réttindum fanga og eitthvað í Bandaríkjunum. Já. Og er svolítið að já, bara fara þá leið og vill vera tekin alvarlega, skilur, og getur ekki verið bara með Kanye West bara snældu vitleysan allar á sólarríkin. Já. Pælti líka álæginu bara, þú veist, ég vorkenni henni og börnunum hennar, skilur, hann er náttúrulega bara rosa veikur, þá hjálp. Já, eða svo virðist vera, svo er maður alltaf einhvern veginn á að pæla, þú veist, hvort að hann sé actually svona, eða hvort hann sé að spila þetta líka, en ég var að horfa á myndbandu daginn og rifja upp allt annað Taylor Swift og Kanye dæmið. Það er fucking hella. Já. Og Kim kemur ekki vel því heldur, sko. Nei, algjörlega. Og þau voru bara að bullja Taylor Swift, sko. Já, og reyna að gera hana fíbli og bara aftur og aftur og aftur, sko. Já, algjörlega. Það sem byrjaði þannig að hann náttúrulega réðist upp á svið þarna á VMAs þegar hún var hlaut verðlaun fyrir besta vídeóið. Já, besta vídeóið kvenmenn. Já, einmitt. Svo fór hann upp á svið og sagði að Beyoncé hafi átt besta vídeó allra tíma eða eitthvað. Tók stundina frá henni, en svo vann Beyoncé seinna kvöldið besta vídeó fyrir alla. Já, ok. Og þá misti hún augnablikið sitt og gaf Taylor Swift augnablikið sitt. Ég var að horfa á mjög ítarlegt myndband. Þetta var ekkert mikið talað en hún vann besta myndbandið á árunni yfir alla. Já. En misti sitt augnablik út af Kanye. Einmitt. Og hún átti víst að skamma sín svakalega fyrir þetta. Já. Beyoncé, skiljur. Já. Og líka bara fullt af þessu, þegar líkuðu þessu samtali þegar þau áttu að vera orðin einhver vinir og eitthvað, þetta var bara... Já, hann gaf sérst út lag þar sem að hann segir I think me and Taylor might still have sex. I made a bitch famous. Og hann sérst segir, hann og Kim sögðu þegar að lagið kom út að hún var brjáluð og þessu, við erum með leyfi frá henni og líkuðu einhverju samtali við hana sem að var klift til og eitthvað. Þannig að hann láti líta út eins og hún hefði að gefa leyfi fyrir þessu. Hún sko, hann hringdi hann og sagði við hann eitthvað ég með línu í næsta lagi hjá mér eitthvað sem er I feel like me and Taylor might still have sex eða eitthvað þannig. Og hún var gett stressuð eitthvað að heyra þetta og hann var gett að tala í kringum þetta og var stressað að segja þetta líka og svo eitthvað, vámar, ég var svo hrættur hún var bara að kalla mig bitch eða eitthvað. Og hann eitthvað svona, eitthvað þannig. Og svo kallar hann, eða skilur, þetta er bara svona ógeðslega skrítið og þau eru bara í alveg eins og mestu bullies í heimi, sko. Að hjóli í einhverja, þú veist, þá var Taylor bara 23 eða 2 eða eitthvað. Einmitt, ég fíla ekki Kanye, sko. Ég hef ekkert á móti Kanye, en ég hef aldrei fattað, hæpið. Bara kvöldið, skilur. Það er svo margir sem að bara elska hann, líta á hann bara sem guð, sko. Já. Hann er fín tónlistarmaður og á fín lög en mér finnst hann, þú veist, ekki bestur í heimi, sko. Nei, algjörlega. En ekki vestur, skilur. Heyrðu, er ekki bara komið tími á hið klassíska? Búja, ég byrjaði síðast. Já, þannig að ég er að byrja núna. Já. Okay. Og við ætlum að vera góðir að fylgjast með stigunum. Já, við ætlum að vera mjög góðir við erum búin að taka okkur á. Við erum búin að taka krísufund. Já. Og býtum nú við, af hverju er síminn að vera tregur akkur núna. En já, við eigum það til að fylgjast ekki nógu vel með stigunum og gleyma því hver er að vinna og svona, en við ætlum að vera mjög duglegir núna. Já. Ok. Fyrsta spurning. Við erum búin að ræða hérna í dag talsetningu. Já. Á teiknimyndum. Og ein vinsælasta teiknimynd allra tíma er teiknimyndin Despicable Me. Já. Hún kom út á íslensku og þetta eru nokkra myndir, þetta er þarna Minion myndin. Aulinn ég, nákvæmlega. Hver talar fyrir Gru, sem er aðalkarakterinn, í Despicable Me 1? Og ég ætla að gefa þér það... Talar hann bara í einu mynd?
Sko, spurningin bara Despicable Me 1. Ok. Og ég ætla að gefa þér það að þú mátt segja annarkvort enska eða íslenska. Sko, ég horfði á þessa mynd daginn með krökkunum í vinnunni. Ok. Á íslensku þá? Já. Ok. En ég man ekki. Hver talar svona? Var það ekki bara þú, eða? Nei, hann eitthvað svona eitthvað. Hugsa upp átt. Þorvaldur Davíð, lokasvar. Ekki það, hann talar svona. Það ekki rétt. Rétt svar, í Despicable Me 1, þá það Pétur Jóhann Sigfússon. Já! Og ensku Steve Carell. En Pétur Jóhann ekki í seinni myndunum. Já, ok. Heyrðu, gerðu svo. Ég man ekkert hvort ég horfði á 1 eða 2 eða 3. Nei. Í heiminum eru mörg lönd. Ok, hvað heimi? Okkar? Já. Ok. Það ekki lönd neins þar annars. Nei, ok, já. Þú hefur miskið þetta bara. Já. Hvað stærsta land í heiminum? Hvað stærsta land í heiminum? Þá bara Þetta ekki spurningin hver stórasta land í heiminum? Nei. Stærsta. Þetta þá í ferkilometrum, eða? Já. Ok. Já, ok. Ég ætla að segja að það sé Rússland. Lokasvar. Það rétt. Woohoo! Ok, veistla. Ég ætla bara að sjá stöðuna hérna. Má ég sjá ábyrðu? Huginn. Átni. Þú ert með 0 og ég með 1. All right. Heyrðu. Reggaetónlist. Þú elskar hana. Já. Þessi er svolítið auðvitað. En hver söng lagið Red, Red Wine? Red, Red Wine. Veistu hvað lag þetta er? Nei. Veistu ekki hvað lag þetta er? Nei. Í alvörinni? Bob Marley, lokasvar. Sko, ég get breytt spurningunni. Þannig að ég get valið lag sem þú hefur heyrt. Er það ekki skemmtilega það? Ég kannski hef ég heyrt þetta. Jú. Okay. Hvað ertu með? Hver söng lagið Don't Worry Be Happy? Hættu, ég vil ekki eitthvað morgunar. Ég veit bara ekki hvað lag, ég get ekki Bob Marley. Nei, ég er hættu við þá spurningu. Don't Worry Be Happy? Já. Bob Marley, lokasvar. Yes. Hvað er það að tala um eitthvað original version? Nei, original version er ekki með Bob Marley. Bob Marley hefur aldrei sungið það lag. Það er Bobby McFerrin sem syngur Don't Worry Be Happy. Í alvöru? Já, það halda bara mjög margir þessi Bob Marley. Er þetta Mandela-effekt? Hvað er það? Já, það er einmitt. það sem margir halda eitthvað en það er ekki satt. Einmitt, já. Eins og að Mandela hafi dáið inn í 90s. Já, en það gerði það ekki. Einmitt. Mandela-effekt. Ok. Ólympíuleikarnir. Já. Eru haldnir á 4 ára fresti. En hvað margir hringir í ólympíumerkinu? Ok, byrju, nú fer maður að rugla saman einhverjum bílamerkjum og ok, býtu nú við. Audi og eitthvað. Já, ég ætla að segja, ok, býtu nú við. Ég er að sjá það fyrir mér en ég sé það ekki fyrir mér. Hvað þetta er steikt? Er það 5? Er það lokasvar? Lokasvar, já. Já. Í alvörinni? Yes! Ég held sér með aðeins og létt á sumar, sko. 2-0. Já, en mér er það samt góðar. Ok, nú ert þú að borða svolítið holt þess dagana. Takk. Það er kjúklingabringur, það er lítið af brauði og það er fiskur. Já. En spurt hvað er fylkisfiskur Hawaii? Ertu eitthvað rugglaður, eða? Býtu, leið mér að, ég ætla aðeins að hjálpa þér. Já. Fylkisfiskur Hawaii. Þetta tengist þess að High School Musical, af því ég veit þú elskar High School Musical. Já. Og það var þess að talað þetta í myndinni High School Musical og það er lag úr myndinni sem að fjallar fylkisfisk Hawaii. What time is it? Fishy time. We're all in this together. Já, nei, það er ekki það, sko. We all eat fish together. Já. Nam. Er það? Það er þorskurinn. Hawaiianski þorskurinn. Og það er lokasvar. Það er ekki rétt. Það er humu aqua. Nei.
þetta eru lélegar og erfiðar spurningar. Hvað meinar þú? Elskar Húmu Húmu Aqua. Ok, sko, fyrir High School Musical aðdáðanir aðna úti, endilega sendið okkur á félagsmiðstöðuna ef þið vissu svarið við þessu. Húmu Aqua. Okay. Ég þurfti ekki einu svona að googla þetta. Þá var þetta pott vittlust. Ángríns. Sendið okkur á hérna @félagsmiðstöðuna á Instagram, hvort þið vissu þetta eða ekki. Já, þá kemur mín. Hvað er minnsta land í heimi? Ég ætla að segja Vatíkanið, loka svar. Já, rétt. Sko, þú ert að drulla upp á bakhuginn. Nei, sko, málið ég fyrir eina þátt, þá fórum við, googlaði ég General Knowledge Questions. Kunu Aqua er ekki General Knowledge. Nei, ég samdi spurningarnar. Já. Ég er ekki svindlari. Hvaða ár var Nike stofnað? Og ég skal, býttu, ég skal breyta þessi hvaða áratug var Nike stofnað. Lokasvar. 50 eitthvað? Já. Er það lokasvar? Já. Það er ekki rétt. Hvenær? Sko, tæknilega séð var, það hét The Blue Ribbon Company eða eitthvað hannig in the 60s og breytist svo 1971 í Nike. Nice. Staðan er sem sagt 3-0 eins og það er núna. Hvað stendur EPA fyrir í EPA bjór? Ok, býtu nú við. EPA, ale er örugglega A. Preserved getur verið P. Og E. Ég veit það ekki. Internationally Preserved Beer Ale. Hvað er það? Indian Pale Ale. Indian, ég vissi þetta. Hvað er af mér? Þetta er algjört general knowledge, það ekki? Það er rámt á mig. Ég sé það bara, þetta er eitthvað viðbjóður. Nei, ég var að sjá lokaspurninguna. Ok, hvaða vídeo er með flest views á YouTube? Þú ættir að vita þetta, þú elskar YouTube. Það eru 3 sem kom til greina hjá mér. Ok, hvaða 3 vídeo eru það? Það er Baby, Despacito, 4. Ok. Það er Baby Shark, lokasvar. Já, vel gert. Það voru Despacito, Baby og Gangnam Style. Já, ég Baby Shark. Ég googlaði þetta og þá kom Gangnam Style. Já. Og svo vorum við að tala áðan fyrir þáttinn að ég væri stundum með spurningar sem væri ekkert rétt svör við. Já, við vorum að fara yfir það er nokkur sem gerst. Þannig ég googlaði þetta betur og þá kom ég ljós að þetta var svolítið gamall listi sem ég var að skoða. Baby Shark, ég man að koma ykkur fréttum daginn. Gauður, það er 7,2 billjónir búin að horfa á Baby Shark. Baby Shark du-du-du-du-du Baby Shark du-du-du Þetta er alveg fire lag, sko. Já, þetta er það. Krakkarnir í fyrstundinu er alltaf að hlusta. Já. Tiger King. Já. Eitt af stærsta árinu. Hvað heitir fyrrverandi maður Carol Baskin sem hún hafa drepið og gefið tígurstýrunum að borða? Bob Johnson, lokasvar. Brá. Don Lewis. Don Lewis. Já, ég hugmyndi það. Það er 0 á mói. Þá er það lokaspurningin á þig. Keto. Já. Við höfum oft talað keto. Sérstaklega að ég sé ofta að byrja á að hætta því. Já. Jöp. Er þetta hvaða líkamlega einkenni hvaða eyðilegur keto? Nei, sko, ok, ef þú hugsar keto á Íslandi, fyrir utan mig, hver er svona manneski sem er dettur í hug? Engan. Þig? Binni Glee. Binni Glee, já. Já. Hvað misti Binni Glee mörg kíló á 3 mánuðum? Þetta var alveg huge frétt, sko. En hann er búinn að vera, ég veit að misti hann ekki 60 kíló árið eða eitthvað? Jú, ég held það, en fyrstu 3 mánuðina þá var alveg svona 30 kíló 25. Er það lokasvar? Já, það er lokasvar. Það er 20 kíló svona 3 mánuðum er fucking svakalegt. Það er crazy. 60 og 100 á árið finnst mér líka. Það er bara 2 sinni Björgvin, sko. Sónu minn. Já. Heyrðu, jæja. Þá kemur 4. stigið þitt. Já, það málið það. Fyrir utan alla 6 aðleikarana í Friends, hvaða karakter kemur oftast fyrir? Gunther. Rétt. Gauir, þú verður að semja fyrir næsta þátt, sko. Þetta er ekki hægt. Af því að þetta er general knowledge, þá veit
þú veist, þá veit maður þetta. Já, en það líka gaman og það skemmtilega fyrir fólki sem að hlusta. Já, en það samt alveg smá challenge, skilurðu. Já. Já. And the winner is... Heyri, það var að koma chat frá Þórarinn. Já, við erum í hópchatið með Þórarinn. Já. Þórólf. Já, Þórarinn. Og hann var sem sagt að segja að, ég ekki ná að segja þetta. Hann var að setja fram að hann komið tillögu, já. Að opna gym, 20 mann saman og hópa tíma. Já. Ég vil eiginlega ekki að gymmið opni. Nei, sko, tökum umræðina. Þú vilt ekki að gymmið opni. Ég hef ekkert á móti. Ég er að æfa í bílskúr. Já, og þið finnst það bara drullu næs. Mér finnst það bara mjög næs. Já, lífið vel þar. Bara einn í friði eða bara með félaga mínum. Einmitt. Og þú fílar ekki sund. Nei, einmitt. Sundlaugar eru líka, Það eru reyndar ekkert búin að vera lokaðar. Jú, það eru búin að vera opnuðu, þú veist, daginn. Já. Ég fíla ekki sund, sko. Mér er sund ógíslegt. Ógíslega fyrir sund, sko. Bara plástrar og vessar og eitthvað fucking viðbjóður. En þess vegna er klórið, sant? Já, en ég meina, hann eyðir ekkert upp plástrum og einhverjum algjörum viðbjóð, sko. Nei, alveg sundmaður getur sund fram í þeim. Já, ég er ekki alveg sundmaður, bara langt í frá, sko. Já, ég er miklu meiri bara pottur upp í sumarbústað með... Já, ég verð að vera í prívat vatni, sko. Já. Sundlaug í, þú veist, ef maður er með svona, þú veist, private pool úti, skilurðu, Spáni eða Flórida eða eitthvað, þá finnst mér ógeðslega gaman og ég er helst bara allan daginn í lauginni, sko. Já. En leið og það eru komnir einhverju krakkar og einhverju krakkaskítar eins og vinur okkur MC Gauti myndi kalla það. Þín orð. MC Gauti orð. Já, reyndar. Við erum bara flegjur myndu lestina Við erum í beinni samkeppni við á. Já, og í ónefndu podcasti sem hann og félagins eru með. Já. Erum við að fara að byrja Celebrity Beef við þá, eða? Já. Í beinni útsendingu? Nei, býðum þá til að vera móti næstari. Já, ég er ekkert mikið fyrir bíf, sko. Ég vil bara knúsa þá. Já, reyndar, ok, já. Já, en já, mjög sund og ókvæslega. Hvernig finnst þér sund? Bara fínt fyrir það sem vilja fara, en ég vil ekki fara. Ég tengi líka sund við frekar leiðilegt fólk, sko. Ef þú ferð geðveitt oft í sund og getur ekki beðið eftir að sundlegar opni, þá eigum við örugglega ekki samleið, sko. Mér finnst það svo mikið en þetta er samt, þú veist, einhver hugleyslega verið fólkskiljur og mörgum líður mjög vel eftir sund en mér er sama eins og bara með gym, skiljur að þú veist, allir á sömu græjunum og svitna og... Já, mér finnst það, þú ert ekki fljótandi í ógeðinu, sko. Mér finnst það svo fucking ógeðslegt, sko. Já. Já. Það er bara þannig. En ég er samt alveg peppaður fyrir að gymmin opni, sko. Ég er alltaf mikið í gymminu. Nei, en ég hlakka til að komast aftur á stað þegar að, þú veist, ég nenni ekki hópa tíma, sko. Nei. En ég er alveg spenntur fyrir því að geta farið að lifta, sko. Ég held að það sé alveg langt í það, sko. Aha. Ég man þegar gymmi lokaði síðast, þá voru held ég 100 manns saman, sko. Já. Og það er allt á lockdown í Evrópu, sko. Danmörk er á lockdown, Amsterdam er á lockdown. Já. Ég skil ekki af hverju að það er ekki bara búið að fucking loka landamærunum. Það er alveg fáránlegt, sko. Það er alltaf bara eitthvað 1 smitt á dag, 2 smitt á dag innanlands og svo bara eitthvað 18, 19 við landamærin. Já. Mér finnst það galið, þú veist, eins og Nýja-Sjáland. Já. Þeir bara lokuðu landinu og þeir bara muni ekki einu sinni hvað þessi vera heitir, sko. Nei, þeir eru bara með tónleika og eitthvað. Já. Ég sá líka Þeir fóru 2 vikur í lockdown þegar þetta kom fyrst og svo einu sinni í sumar eitthvað það kom seinni bylgja, þá var það bara í, þú veist, 5 daga eitthvað þegar greindist smitt hjá þeim. Annars er bara búið að vera fullu fjöri í Nýja-Sjálandi, sko. Já. Og við eigum að nýta okkur þetta að við séum fucking eiga, sko. Já, því að í rauninni bara við getum tekið bara 6 vikur lokað og það væri bara væri bara farin, búinn. Já. Og getum við bara haldið áfram okkar líf. Mér finnst líka smá svona, þú veist, verið að vorkenna ferðamannabrassanum. Já. En hann er búinn að vera á, sko, 2000% siglingu í 12 ár. Já. Og svo eigi þessi fyrirtæki ekki fyrir einu mánuði, einmitt.
og ég var að sjá að heyra að hérna að þau eru að fara að fá 3,5 milljón á mánuði í ári eða eitthvað frá ríkinu. Gauir, fyrir ríkissjóður ekki að fucking tæmast eða? Já, og svo líka ég veit ekkert um þetta en ég get ímyndað mér að flest þessum fyrirtækjum séu búin að reka starfsfólk sitt og séu bara eigandinn eða eitthvað eftir kannski eitt starfsmaður með 3,5 á mánuði. Engin kostnaður út að starfsmenn farnir okkar. En ég ætla ekki að vera talsmaður þetta, þetta er bara einhver svona pæling. Við þurfum að leggja áherslu á það, við vitum ekki neitt um neitt og þetta er allt leikið og þetta er list. Þetta er ákveðin list. Já, okkur, ég bara, þú veist, eins og með okkur sem listamenn, þú veist, tónlistamenn. Það er búið að gera vinnun okkur ólulega. Það bara finnur maður sér eitthvað annað að gera. Þú veist, maður bara gerir eitthvað annað. Fucking galið, maður. Já. Heyrðu, eigum að, ég tala lykt og hljóð, eða? Já. Nei, ég er að spóla fram hjá hennu. Ok, sko, við erum með ákveðið topic, hérna. Já. Og eitt af því sem þið langaði að tala um er að stela. Já, eitthvað úr æsku. Eitthvað úr æsku. Já. Þú, hverju hefur þú stólið, Huginn Frár? Ég var náttúrulega að bjóða á Skagaströnd. Já. Og ég átti heima á Strandgötu. Og það er svona 3 hús og svo er leikskóli minn. Og ég í rauninni var 7 ára eða eitthvað. Og það var svona yfirgefið hús 2 húsum frá mér. Okay. Sem var yfirgefið en notað sem geymslu fyrir veitingastað. Og ég vissi það ekki. En mér varst þetta spennandi hús. Og það var ekki hurð, það var bara svona krossviða plata fyrir. Og ég dreif eitthvað vinn minn með mér. Og við förum hana. Og erum eitthvað spark í þetta, erum að komast inn. Og eitthvað eftir mjög langa tíma. Og við erum að tala um að það eru 15 metrar í húsið mitt, sko. Það er bara þetta hús, eitt hús og svo bý ég við hliðina á. Og það er gata að keyra framhjá. Og ég næ einhvern veginn að ítir þessu upp, ég næ ekki að opna hann í fyrir inn og sé inn og fullt af gósi og eitthvað, en svo sé ég skjalatösku með svona pinni á og ég hefði séð bíómyndir þannig ég vissi að það væri tróðfullt af $. Já. Þannig að í staðinn fyrir að taka gósi eitthvað og tók ég það og fóð með þetta út í móa og ég tengi svo fokki mikið að ég ólst upp í Hveragerði og það er alltaf bara að gera eitthvað prakkast og svo fer maður út í móa. Já, og við fórum bara eitthvað og vorum að reyna að opna hana og pröfum pinni 007 og eitthvað svona. Já, nice. Það var til að endum á að taka stein og brjóta hana. Einmitt. Það kom mér smá óvart að hún var tróðfull af pennum með nafninu á eigandanum á veitingastaðnum og segja bara hann heiti Pétur. Og ég bara eitthvað, fuck it, ég á allan að fullt af pennum núna. Þetta er svona penna sem með svona lími bakvið og svona gorm. Já, einmitt, já. Og ég tók með mig bara heim, bara 300 penna, hengdi það alla upp á vegg hjá mér. Og svo hafði við náttúrulega svona 20 manns hringt í mömmu því að þau sáum mig þarna bara og vissi allir hver ég var og fjölskylda mín. Og mamma og pabbi komu niður bara, heyrðu, varst þú að fara inn í geymslúsi á Pétri, Jón? Bara, nei, eftir heldur það bara nú, hvar fékkst þessa 250 penna sem eru upp á vegg hjá þér? Ég veit ekki, ég fekk þetta að gefa spila. Og líka, þetta er svo lítill bær. Ég var líka ógeðslega oft að prakkast eitthvað í bílskúr hjá pabbi átti bílskúr og svo voru eitthvað svona kassar aftast. Mamma og pabbi muni drepa mig fyrir þetta. Ég var 7 ára. Já. Og ég stal fullt af einhverjum spólum. Ok. Og hvað feist þessu spólur? Ég bara einhvern kassa inn í bílskúr. Ok. Og það var svona box. Ég er ekki. Hvað með það? Einu af þessum spólum var klámsspóla. Nei! Bara voru einkarsafni foreldra hennar? Nei, er þetta eitthvað ruglað? Nei, ég er ekki að tala með af þeim, bara þau áttana. Við höfum aldrei rætt um þetta, sko. Bara hún var inn í bílskúr í einhvern kassa, fullt af einhverjum bara venjulegum spólum og bara í þessar hrúi sem ég tók var ein klámsspóla. Og svo tók ég svona kassa sem ég heyrði það var klingin í. Ok.
og þú veist, og ég tók þetta allt og í kringu garðin okkar var svona smá svona gerði já, svona lítill svona hóll, skilur og ofan á því voru runnar, hann ég fór bakvið og gróf svona inn í og geymdi þetta allt þar og náttúrulega gjössanlega kúka í mig þegar ég sá einhverja dónalega spólu þarna fuck og hérna þannig ég endaði á að grafa alla spóluna niður auðvitað, svo bara væri engin sönnunargögn náði að opna kassan og var þú veist 1100 kall í klingi og ég fór út í sjoppu keypti endalaust af nammi 2 lítra Fanta og bara hringdi einhverja félaga mína við fórum bara út á Höfn en málið er að við vorum að fara út á Höfn að sérst strandgata það sem ég bjó er bara eina gatan þar sem þú kemst yfir á höfnina og það er bara húsið, vegur og svo svona grjót niður og fjara en hérna sjórinn var svolítið hár þannig við verðum að labba á grjótinu nema svo sjá fóreldrarnir mínum og þetta er alveg svona dæmi þú veist það sem að ef ég sést bara með kíló og nammi og 2 lítra flösku þá er einhver að fara að hringja heim og ég er bara böstað brúta og ég veit ekki hvort að mamma og þau vera ánað með að ég sé að segja þetta þetta eru, þú veist, svo mörg ár síðan 30 ár síðan já, 30 ár já, allavega og svo voru þau eitthvað hérna já, og ég sagðist að það var að tekja pening og svo, en þau tóku eftir og þetta var eitthvað, ég man ekki, tæmdi bara einhvern eitt kassa og hann var bara tómu kassi og þau voru bara að spurja mig út í allt sem var ég veit ekkert hvernig, sko. Ég sá ekkert annað ég hef aldrei séð sorry, rakst í takkan ég hef aldrei, það var ekkert annað í þessum kassa sko. bara búin að grafa þetta einhvers stað niður bara kveiki í þessu þess að fyndi lógíkin í haustnum á 7 ára þér í staðin fyrir bara, ok, ég ætla að skilja þessu og láta þetta nákvæmlega svo þetta var því að ég fatt ekki að ég hafi séð þetta bara ég greif þetta bara og þau mér aldrei veit og ég var samfærður að ég hafi komist upp með en auðvitað finnst eins og með pennana og þetta auðvitað skömmuðu mig en þeim fannst þetta fyndið skilur þetta, ég var ekki að gera neitt brútal þetta var meira bara svona prakkarastrík skilur ég held kannski þau bara hrættum ég væri að setja þetta í tæki sko já en það gerðist ekki heyrðu, 1 enn sorry, ég með að fatta 1 enn ég var líka hérna ég var Magnús Guðbrands, æskuvinur minn já, gott að nafngreina ok, þetta varum amma svo afi byggu á Skagaströnd þannig að hann var alltaf á Skagaströnd á sumrin og það var svona búð þarna bara eitthvað samkaupið eitthvað og inn í henni voru svona Hot Wheels bílar og hvað hefur verið gamall þarna? Ég flutti náttúrulega út þegar 8 ég hef verið 6-7 bara veit ekkert hvað ég er að gera og þú veist tíminn þarna er svolítið, þú veist, þú fer bara út á daginn og kemur heim á kvöldin bara í kvöldmat, skilur þannig að það er engin eitthvað það er alltaf neitt vesen en við vorum alltaf að fara inn taka svona Hot Wheels bíla og bara sprett út og svo grófum við þetta niður bak við búðina og ég hef í alvörunni pælt í að fara þarna að grafa þetta upp því að við opnum aldrei kassana við bara tókum þetta og þú veist, búðin er svona á horninu og bak við hana grófum við þannig að leiður vorum bara að stela, fórum við að grófum þetta og engin sönnungar og þið gáttu ekki eins og leikið ykkur með bíluna? Nei, þetta var kikkið og svo seinna og sagði pabbi mig að hann hafi alveg vitað þetta því að hérna vinur að sátt í búðina alltaf og hann var alltaf bara að sýna með myndband af okkur bara að taka eitthvað og bara sprett út bara svo 3 svart bak og pappi er alltaf bara að leggja inn á hann já, ég held að hann var endan bara að borga fyrir þetta og þetta er svo saklaust en samt ekki, skilur já, og grófum þetta niður og já þetta er fucking fyndið maður ég er til í að fara þarna bara í sumar eigum að fara og grafa þetta upp, eða? Ég er til í það ég er ógeðslega til í það bara mission þetta er alveg mikið af bílum, sko og ég man hvernig þetta leit út og þetta var svona hotn í það gæti líka ángríns verið bara virði einhvers í dag, sko ángríns, bara ennþá í kassanum gamalt gömul leikfung eru bara dýrmætt, sko já, það sem ég hugsa, þetta var fjárfesting ég er mjög til að fara að tjekka hana, sko og ég myndi kannski erum að spila á Akureyri eða eitthvað já, ég væri bara til að bara borga gæðina sem áttu búðina fyrir þetta allt og pappinn er búin að borga fyrir það já, ég er að tjekka hann en já,
Þetta var Já, ég er með aðra en það þú Ok, ég hef aldrei stólið neinu. Nei, þú veist, það er bara eitthvað rosa svipað, þú veist, ég var náttúrulega í Hveragerði, svipað væp og ég var, þú veist, að stela úr blómabúðinni, þá var svona pínlítil rekki með, þú veist, einhverjum leikföngum og þá var það aðalega prumpublöðrur eða eitthvað skilur sem ég var að stela og ég reyndar það var svona einmitt þín verslun, einhver svona þannig búð og ég var að fara sérst með félagi mínum og hann var að segja við erum að fara að stela úr búðinni og ég ok, cool og var þá í fyrsta skipti að fara að stela og var ekkert eðlilega stressaður og við löpum inn og hún segi, góðan dag, strákar ég góðan dag og förum svo og þú veist, og þetta er svo mikið, þú veist, ég var ekki eins og svangur, skilur það var bara, við vorum bara að stela til að stela og ég var eiginlega bara að gera það því ég þorði ekki að gera það ekki, skilur ég var með honum og hann hefði gert það svo oft og ég stel epli ég tek sérst epli og ég læta ekki eins og í vasana en ég held bara á því svona, ég læta svona krumlurnar eins og maður sé að biðja og held því svona upp í magan á mér og lappa þannig búðina og það stendur svona út á milli puttana stendur út stöngullin og náttúrulega ég með pínulitlar hendur þannig að það sýst alveg eplið, skilur og svo löpum við út og bara sprettum þú veist, í áttað íþróttahúsinu og í minningunni þá hleypur hún út og eftir okkur og öskra eitthvað svona eftir okkur konan sko og svo náttúrulega var bara einmitt hringt heim, skilur af því að það þekktu allir alla ekkert eðlilega léleg bæjarfélög til að vera stund að þjófna því Hvað varstu ekki á? Ég hef örugglega verið svona, svipum aldrei 7 ára kannski nýbyrjaður í grunnskóla Nýbyrjaður afbrotaferlin svo náttúrulega, ég lauk mínum afbrotaferli í Hveragerði þegar ég braust þar inn mörgum árum seinna en ég fer nánar út í það í bókinni 18 ára gamall sparkaði upp einhverju hurðana og ég fara út í það ég var alveg sagt þá sögu áður í Burning Questions mér er gaman að hlusta það ég kannski að lesa hana ef þetta er ekki of langt ég held að þetta sé ekki of langt en segðu kannski eitthvað á mig ég ætla að segja frá því líka að pabbi minn var sjómaður þannig hann var ekkert alltaf mikið heima það liður svona stundum mánuður þar sem hann var ekki heima og mér varst alltaf töff að hann átti vasanhífa pabbiðinn? Okay. Og það var bara stærsta reglan, það var þetta death sentence bara ekki taka vasanhífan hans pabba þannig að eitt kvöldið þegar ég var í uppbrásar stuði þá tók ég vasanhífan hans pabba og ákveð bara ég ætla aldrei aftur heim og ég bara kom með vasanhífana og ég ætla aldrei aftur heim ég er bara búin að sætta mig við það ég get ekki farið heim út og ég er með vasanhífana og ég fer eitthvað og ég og einhver félagi minn erum að eitthvað stúsast í þessu Ívan Árni heitir hann ekki það, þetta var náttúrulega ennþá bara krútlegt við erum 7-8 ára eitthvað og við erum úti og erum eitthvað og svo er búið að hringja út allt og við erum bara fyrir utan húsið hans og amma öskrar eitthvað hei strákar eitthvað og við bara shit við getum aldrei farið heim og förum út í móan bak við húsið mitt það sem leikskóli minn þetta er svona 27 metrur frá húsinu mínu og það er svona skurður með einhver vatni og við erum þar og það er að dimma og við ákveðum bara við verðum að sofa þarna og við leggjum okkur en svo er eitthvað svona grindverk þú veist eitthvað gamalt grindverk undir grasinu eitthvað og Ívan rispa sig eitthvað og það er eitthvað svona geðvitt krúllett barnasár skilur það blæðir ekki skilur þetta er bara svona rispa ég verða að fara heim ég bara Ívan þú getur ekki og eitthvað svona og svo endar hann áfram ég bara þú mátt ekki segja hver ég er hann fer og ég ligg áfram út í þessum skurði með einhvern pínu ég tók ekki stærstu vasanhífana ég tók bara einhvern svona lítinn svona lyklakippi vasanhífi eða eitthvað og ég er það bara ég get aldrei ég hef átt að kveðja systur mínar og bara ég mun aldrei aftur geta að fara heim þangað til að og þetta er örugglega svona 40 mínútur mér leiðis þetta voru 2 sólarhringar svo labba ég heim og það er svona inngangur niðri ég og systur mín voru niðri og ég lappinn bara miður mín og systir mín stendur fyrir þetta herbyggi sitt og horfir á mig og segir mamma, ég tala þig fyrir bara upp í kójuna mín og
kísi minn á því, bara þau skilur mig ekkert. Og ég fekk að heyra það. Ég hef líka átt svona moment þegar ég var svona pínu lítill og á að vera að skamma mig og ég fór inn og knúsaði bangsa minn. Þú ert einu sem skilur mig. Þau skilur mig ekkert. Mér langar bara í vasanýf. Hvað má ekki bara eiga vasanýf? En já, hvað með þetta? Ok. Já. Má ég sjá. Ég drakk svo mikið, ég ætla að byrja bara í miðjum kafla. Ég drakk svo mikið að ég átti auðvitað að deyja áfengisdauða, en þar sem að ég var að drekka á henni konsertatöflur gat ég haldið áfram að sturta í mig og fór í heiftalegt blackout. Ég vaknaði heima hjá Bjössa vini mínum í Hveragerði, allur út í marblettum og búinn að týna derhúnum minni og glerhúnum. Ég hafði ekki hugmynd hvar þessir munir væru, en ég mundi neitt eftir atburðum næturinnar. Á leiðinni til Reykjavíkur satt ég skélþunnur í aftursæti á bíl félaga míns þegar mér bárust skilaboð frá stelpu á Selfossi. Hún sagðist vera að vinna í pulsuvegnum á Selfossi og ég hefði komið þangað nóttina og gleymt derhúnum minni og glerhúnum. Af hverju ég tók hvort tveggja að mér vissi ég ekki, en ég hugsaði með mér, ok, þetta ekki svo slæmt. Kvöldið bara púslast mjög þægilega saman. Það var ofljótt að fagna því næst fékk ég skilaboð frá vini mínum sem innihéldu skjáskot af Facebook-status hjá konu í Hveragerði. Hún lýsti eftir manni sem hefði brotist inn til hennar nóttina. Maðurinn hefði brotið upp hurðina hjá henni og ráfað kolruglaður íbúðina áður en hann hvarf á braut. Þetta hefði verið þéttvaxinn maður á 30-aldri, klæddur í jakka sem afstóð Cowboys Entertainment. Leið og ég las síðasta orðið í þessum status hringdi síminn og á skjánum var númer sem var ansi líklegt til að tilheyra einhverju stofnun og ég hugsaði leið, þetta er löggan. Kvöldið var bara alls ekki að púslast vel saman. Þarna þurfti ég að hugsa hratt. Ég lét lögguna ringja út og fann svo númerið hjá þessari konu á já.is og hringdi strax í hana. Ég kynnti mig, sagðist þetta Árni, og ég held að hún var að leita mér. Ég bar mig mjög auðmikjulega og þurfti svo sem ekki að leika neitt því ég var raunverulega hakkaður af þingu og móral. Ég sagði henni að ég væri bara 17 ára gamall og ég hefði farið á heiftalegt fyllir í daginn áður og ég myndi ekki eftir neinu. Sagði að mögulega hefði mér verið byrluð einhver Ólifjan þegar sannleikurinn var auðvitað sá að ég hefði séð alfarið það að byrla mér konserta á Rom. Á meðan á samtalinu við konuna stóð var lögregla aftur að hringja á hinni línunni. Ég bað hana innilegra afsökunar á hegðun minni og sagðist vera tilbúin að greiða fyrir viðgerðir á öllu því sem ég skemmdi þegar 110 kílógramm skrokkur minn óði gegnum forstofuhurðina hjá henni. Blessunarlega tók hún vel í þetta. Hún þakkaði mig fyrir að hringja og sagðist minn að vera í sambandi þegar hún var búin að láta laga útidyrahurðina hjá sér. Leið og ég skellti á konuna hringdi lögreglan enn eina ferðina en núna var ég tilbúin að svara. Er það Árni Páll Árnason? Ég er að hringja frá lögreglunni á Selfossi, var sagt á hinni línunni. Ég er búin að tala við konuna, svaraði ég strax. Hvaða konu? Spurði lögreglumaðurinn þá og ég fekk annan sting í magan. Hvern fjandann gerði ég meira að mér? Konuna í Hveragerði sem ég braust inn til, við erum búin að útkljá málið. Sem betur fer kom á daginn að það var málið sem löggar þurfti að ræða við mig. Lögreglan hvatti mig svo eftir stutt spjall þar sem ég hefði útskýrt mál mitt. Þar með var ég komið útskýring á því hversvegna ég vaknaði glerandulaus með ekkert veski og marbletnir voru frá því að hlaupa niður hurðina hjá mikið konunni. Síðan barst mér rukkun frá konunni upp á það bil 70.000 krónur sem ég borgaði með glöðu geði. Mér barst aldrei kæra frá lögreglunni vegna þess atviks og trúlega hefur konun ákveðið að láta okkar sættir í málinu duga. Ég vaktaði engu að síður póstkassan heima í nokkra vikur svo að mamma myndi ekki finna þar bréf frá lögreglunni. Ég held að mamma viti ekki ennþá af þessu. Eða jú, núna. Sorry mamma. Geðveikt. Við þurftum eiginlega að leita upp með konuna og fá hann í þáttinn. Já. Án grínsamt. Já. Ég veit ekkert hvað hann heitir. Það hlýtur ekki að fundið. Já, örugglega, í einhverju tjatti. Já. Við erum eiginlega að renna út á tíma hérna. Já, ég er alveg til í að fara í sjöuna. Já, förum í sjöuna. Hvað er framöndan hjá þér? Ég er að fara beint til þátt að kíkja á Vaffa-S myndbönd sem að Sigurður hér hjá Kíví tók yfir á tölvu og ég ætla að nota í tónlistarmyndband. Geðveikt. Er frá því þú ert lítillega? Já, þetta er skírni mín, ættamót, fyrsta söngkeppni mín. Þegar pabbi er að spila gítar, ég með M&M's vitaband að syngja Losti með í svörtum fötum. Lendi í 3. sæti og keypti mér gél með svörtum liti. Nice. Alveg með svartan hanakap. Já, og svo er ég að fara að hitta Pétur Eggerts sem gerði coverið á Einu stráku voli 1, þannig að það gefur kannski ekki inn hvað ég er að fara að gera með honum. Jú. Spennandi. Og svo er bara afslöpun og kannski bara kósi með aðrálega mínum eða kannski með konu sem elskar mig, ég veit það ekki.
En þú? Ég að fara í sessun með Þormóði og svo svona á næstu dögum Já. Ég að byrja í söngtíma. Já. Hefur þú séð stundatöflunar eða? Hef ég séð stundatöflunar? Já, ertu ekki træddur þetta verðu mikið? Já, það verið að skjóta á mig hérna í beinni útsetningu. Nei, alls ekki. Þessi söngtími ekki 10 til 4 alla daga. En Joe, okkar sammeðilegi vinnur, var að senda mér að það hægt að fara á námskeið í tækniskólanum sem bara, heitir eitthvað eitthvað svona heimilisverk eða eitthvað svoleiðis. Það húsgagnasmíði. Já, sko, þetta heitir það einhver sería sem heitir Handlaginn á heimilinu. Þetta bara stutt námskeið sem að, þú veist, eitt bara flísar, annað smíði og svo húsgagna viðgerðir. Ok. Þetta hljómar svo að segja eitthvað fyrir mig, en kannski ekki halli okkar þetta núna, sko. Ég var kannski til að fara með þér í þetta. Já, ég held að það var stemming. Já. Getum við fara að gera... Því þetta rauninni það sem ég vildi fá út úr náminu, bara að læra að gera þetta sjálfur. Því ég ekkert að fara að vinna við þetta, en ég bara að fara að kaupa íbúðir, gera þær upp og selja þær. Vonandi, einhvern daginn. Þannig að, þú veist, það að geta bara flísalagt eða parkettlagt spara mér alveg hellingskostnað. Heyrðu. That's a fact, man. That's a motherfucking fat man. Nei, ég var ekki að tala um því. Já, ok. Ertu þetta keto? Ég ennþá keto, já. Ok, en fastar í 35 klukkutíma? Nei. Nei. Hvað heist þér og hvenær? Ég fór í, sama dag og þetta var. Já. Tókum síðast þá átti litli bróðir Söru ammæli og það var ammælisveisla kvöldið og mammans tengdamamma mín okkar tengdamamma okkar var búin, hún Lóvísa, yndislegust hún var búin að gera ketorétt. Ég hafði það ekki í mér að það líka manstu vefjurnar sem voru í skírninni hjá Björgvin eða nafnaveislinni og svona kjúklingavefjur og fiskvefjur það var þannig bara keto og ég gati ekki neita því sko. Nei. Þetta eðlilega gott. Á mjög gott í skírninni, ég fer með kjúla. Já, svo gott sko. En já, annars bara ferskur. Nýjó deg. Já, nýjó deg á morgun, maður nýr bíl að koma. Fyrsti sedanin þeirra. Vonandi þýðir milljarðar í vasan okkur. Já, við erum fjárfestar, eigum í kínverska rafbílafyrirtækinu. Fjárfestar og eigendur. Já, það fer eftir hvernig þú spyrir sko. Já, við erum co-owners í Nýjó. Já, kínversku rafbílafyrirtæki. Guð blessi þig. Og þig. Ég elska þig og ég elska þig dag. Já, sömuleiðis. Bara... og góða helgi og bara gættu hægt gleðmyndir og þið öll, við elskum ykkur. Já, við elskum ykkur. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir árin. Já, endilega subscribe-ið, like-ið, follow-ið og allan pakkan. Já, takk fyrir okkur.